Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur dagsins kona á besta aldri, hélt upp á afmæli sitt nýlega, stórt og mikið fallegt afmæli. Hún hjúkrunarfræðingur að mennt og meira og við ætlum að ræða þetta alls saman. Hildigrún Svavarsdóttir heitir hún og verður hér eftir augnablik. Hildigrún, vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Hjúkrunarfræðingur. Það rétt. Já, en þú starfar ekkert sem hjúkrunarfræðingur í raun? Nei, ég starfa ekki sem hjúkrunarfræðingur. Í dag starfa ég sem framkvæmdastjóri á Sjúkrahúsinu á Akureyri og það nú eiginlega með tvöfaldan titil þar sem ég annars vegar framkvæmdastjóri yfir svona klínísku sviði, eins og það segir, yfir bráðafræðslu og gæðasviði heitir það. Og svo ég líka framkvæmdastjóri hjúkrunar. Og það sem sagt löggilt starfsheiti þar sem að sjúkrahús þurfa að vera með framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar. Já. Að þá sem sagt þar sem ég hjúkrunarfræðingur, þá sinni ég líka framkvæmdastjóra starfinu sem sagt yfir hjúkruninni. En það ekki eitthvað sem þú þarft að mennta þig til fyrir utan hjúkrunarfræðina? Til þess að vera framkvæmdastjóri hjúkrunar, það náttúrulega bara að vera hjúkrunarfræðingur og reynsla af stjórnuna er náttúrulega æskileg og innsýn inn í þennan heim, það að vita hvað hjúkrun og hvernig þróun hjúkrunar og hvað við viljum innan hjúkrunar og hvers eðlis starfið og svo framvegis. Þannig að þú fer svo mikið inn í þetta með enga hugmynd. Nei. Af hverju velur þetta? Hjúkrunarfræðingar í endalausi kjarabaráttu? Sko, þetta var eitthvað, ég held ég hef næstu fengið þetta vöggugjöf vegna þess að ég man það þegar ég var 8 ára gömul þá ákvað ég að verða hjúkrunarfræðingur. Já. Af hverju? Hugsanlega getur þetta eitthvað verið tengt því að móðir mín hjúkrunarfræðingur og starfaði hér á Sjúkrahúsinu á Akureyri til fjölda ára og ég fetaði svolítið í hennar fótspor. En hún var svona ákveðin fyrirmynd hvað þetta varðaði og mér fannst þetta bara alltaf heillandi og þetta bara leið minn lá einhvern veginn beint í það að fara í hjúkrunarfræði eftir ég lauk námi í menntaskólanum á Akureyri. Var ekkert sem að sagði við þig stelpuna að þú ætlaðir að vera ballerína eða flugfreyja? Eða hárgreiðslukona? Einu sinni hvarflaði að mér að fara í læknisfræði, en ég fór eftir ég lauk námi í menntaskólanum að þá fór ég sem au pair til Þýskalands og dvaldi þar í 1 ár og ég held að það svona hafi haft ákveðin áhrif á mína ákvörðun að koma bara heim aftur og fara í Háskólann á Akureyri þar sem var nýbyrjað að kenna hjúkrunarfræði, en það var bara búið að kenna 1 ár áður en ég kom heim. Og það hafði gengið mjög vel og var heilmikil ánægð með það og þá bara ákvaði ég endanlega, þó ákvörðin hafi nánast alltaf leið fyrir að fara í hjúkrun. En sko, mamma hefur nú ekki sagt nei eða latti til þess að fara? Nei, en ég man ekkert eftir að mér hafi verið ýtt út í þetta frekar en eitthvað. Þetta var eitthvað sem ég bara ákvað. Hver eru foreldrar? Foreldrar mínir, það Svavar Eiríksson, pabbi minn, en hann lést nú fyrir tæpum 12 árum, 11,5 ári. Og hann var skrifstofumaður hér lengi á Akureyri, starfaði POP til fjölda ára og svo hjá Vegagerðinni. Sonur Eiríks Guðmundsson? Sonur Eiríks Guðmundsson og kjötvinnaðamanns, sem margir þekkja. og Birna Sigurbjörnsdóttir, hjúkrunarfræðingur sem búsett hér á Akureyri og vann langmest af sínum starfsferli hér á Sjúkrahúsinu á Akureyri og meðal annars á bráðamóttökunni til fjölda ára. Áttu systkini? Ég á systkini, já. Ég á 2 systur og 1 bróðir og elsta systir mín heitir Berglind og hún lögfræðingur og býr í Kópavogi. Og yngri systir mín heitir Anna Margrét og hún starfar að mestu leyti sem húsmóðir í Bandaríkjunum, búin að vera þar í 17 ár. Hefur menntað sig til svona nokkra annarra starfa en vinnur ekki mikið við það. Hún býr í Bandaríkjunum og síðan, eins og hvernig litli bróður minn, en hann býr í Noregi og starfar þar sem landmælingamaður, menntaður landmælingamaður og vinnur við störf sem krefjast slíkrar menntunar. En sko þegar ég að fá hérna fólk til mín og ég að spyrja
hvaðan það og hverjir foreldrar. Ég nefnilega var skammaður fyrir það að spurja ekki hverjir foreldrar þarna væru. Þannig að ég fann að gera það. Að þá skal ég segja þér, kemur upp ef að fólk á systkini, 3-4 systkini eða 2, að það býr alltaf ákveðin hluti í útlöndum. Þetta orðið þannig að ungt fólk það bara sest staði að flytja til útlanda? Þú lærið þér í útlöndum? Já, ég náttúrulega mikið með annan fótinn í útlöndum og í mínum huga eru landamærin orðin svo, þetta orðið svo auðvelt að ferðast í dag og í mínum huga finnst mér það að ferðast bara hreinlega ekkert tiltökumál. Og jú, það er rétt, ég lærði í útlöndum, ég náttúrulega fór svolítið til útlanda með foreldrum mínum þegar þau voru að ala okkur upp. Síðan einhvern veginn bara fór ég að fara sjálf eftir að ég var 16 ára gömul og svo var ég úti sem au pair, eins og ég sagði áðan, í Þýskalandi í 1 ár og síðan förum við hjónin til Skotlands þegar við förum í framhaldsnám eftir að við ljúkum bæði námi hér við Háskólann á Akureyri og bjuggum þar í 4 ár samtals, já, í Edinborg í Skotlandi. Já, falleg borg. Það er yndisleg borg og bara dásalegt að vera þar og það er náttúrulega í mínum huga mín önnur heimaborg og þar á ég bæði mikið af vinum og náttúrulega afskaplega góða minningar og þar fengum við okkar menntun sem að við nýtum í dag og síðan er þetta þannig að ég náttúrulega ferðast mikið starfsmíns vegna og maðurinn minn líka þannig að þetta einkennir svolítið okkar líf. Já, að ferðast. Já. En samt hafið líka verið að ferðast utan þess sem að tilheyrir starfinu. Já, bæði við erum að ferðast bæði mikið sjálf og svo heilmikið til starfinu. Já, hver er maðurinn þinn? Maðurinn minn heitir Ögmundur Knútsson og hann starfar hér við Háskólann á Akureyri og er dósent við viðskipta- og raunvísindadeild Háskólans á Akureyri og hann gegnir líka svona ráðgjafastörfum og kennslustörfum hjá Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna sem að þýðir það að hann er töluvert mikið á svona ferðalagi tengt því sem lítur að sjávarútvegi og halda mikið bæði erindi og námskeið erlendis. Og fór hann í framhaldsnám í Skotlandi líka? Já, hann tók sem sagt doktorsnám innan viðskiptadeildarinnar í Edinborgarháskóla og með doktorsprófið því og á sama tíma þá var ég í því bæði að ala upp barn og eiga barn og tók svo 1 ár í framhaldsnám í meistaranám í heilbrigðisvísindum. Heilbrigðisvísindum? Þetta heitir Healthcare Science. Þetta er svakalega flott orð. Þetta er mjög flott orð, sko. En ég verð að segja að kona á besta aldri, þú varst að halda upp á afmæli daginn, þó að maður er kannski ekkert endilega að tala það, en vegna þess að það var svo glæsilegt og maðurinn gerði allan matinn. Já, þetta er eiginlega... Hvers konar maður er þetta? Já, það er nú vonuð spyrjur. Ég sem sagt var 50 á laugardaginn og fyrir ekki að við í gær, en hélt upp það á laugardaginn og mér finnst þetta náttúrulega bara frábært því að við vitum það vel, það náist ekki allir þessum aldri, þannig að ég gleðist yfir bara hverjum þeim áfangar sem hann er og einhvern veginn bara sjaldan liðið betur. En það er alveg rétt, ég á náttúrulega mann sem gegnir annað sömu hlutverki sem í sínu starfi, en hans áhugamál er matreiðsla og allt sem framfyrir í eldhúsinu, enda fer ég ekki mikið inn í eldhús, skal ég segja þess. Þannig að hann sér alfarið það og það einhvern veginn, mér finnst það hreinlega bara blómstra meir og meir og hann fær bara heilmikla útrás fyrir sína sköpunar, gáfur, hvað varðar framreiðslu á mat og elda mat og prófa mat og ég held svo sannarlega hann hafi fengið þar alveg gríðarlega gott tækifæri núna síðastliðið laugardagskvöld við að elda mat fyrir rúmlega 100 manns og stýra hópi af frábæru fólki sem hjálpaði okkur í þessu því að þetta gerist náttúrulega ekki bara með einu manni, sko. Þetta er náttúrulega eins og stórt veislueldhús. Já, við bara gerum það heima í eldhúsi og lögðum allt undir okkur og vorum jafnvel fann að tegja anga okkur út í önnur hús í bænum. Já. Og þetta er hans áhugasvið? Þetta er hans áhugamál, já. Og hann hefur geysilega mikinn áhuga öllu sem snýr að matreiðslu og bara elda góðan og hollan mat og svona, og eyðir miklum tíma í að stúdera bæði matreiðslu á netinu. Á að matreiðslubækur margar? Sko, hann átti í gamla dagi, gerði nótt grín af því að bækurnar á náttbúrunni hans voru matreiðslubækur en ekki eitthvað annað.
Það hefur hans breyst, því að nú náttúrulega meiri að hann fann að prófa bara miklu meira sjálfur og svona þreifa sig áfram og svo þá googlað á netinu eða eitthvað svona, en það ekki hægt að fá uppskriftir hjá honum, það get ég sagt. Þetta svona svolítið eins og ömmu gömlu að því að hann gerir þetta upp úr sér. Já, þetta orðið svona meira bara af hans eigin svona tilfinningu, þannig að það ég held að það sé allavega ekkert sérstaklega það held að fá uppskrift, allavega uppskriftin ekki nákvæmlega svo sama og það sem kemur á diskana hjá Ögmundi. Þú segir að þú færir lítið í eldhúsið. Þýðir það að þegar þú kemur úr vinnunni, eða þið komið saman úr vinnunni, að þá fer hann í eldhúsið og byrjar að elda? Já, það alveg þannig. Sér hann innkaupin? Miklu meira heldur en ég. Já, þið farið ekki saman í innkaup? Einstaka sinnum við höfum bara svolítið mikið nóg að gera, þannig við lítum á þetta sem ákveðna tímastjórnun að ég ger eitthvað annað menn hann fer í búðina eða öfugt. Já, en hvað gerir þú þá heima þegar hann elda? Töluvert mikið sko, svo það sé alveg á hreinu. Já, komdu með það. Ég sko að segja, við gerum oft grínið því að hann sé svolítið svona yfirborðið á þrifum og svona, en ég sé hornin. Það bæði tímafrekt, skilur hvað ég meina með hornin, þá fer ég inn í skápana og svona laga til og þríf svona út frá, ég veit ekki hvað maður segja, kvenlegu ívafi. Það það sem þú kemur eins og hvítur stormsveipur eins og sagði í auglýsingunni í gamla daga og það kemur þessi kvenlega áferð með fullri virðingu. Já, ég held við getum svolítið orðað þetta þannig og við höfum bara gerum svolítið grín að því. Já. Þegar við kannski erum búin að ræða það, nú þarf að þrífa og ég búin að skúra eða moppa eða eitthvað svona og það svona eitthvað aðeins stukkast í mér sem varst ekki örugglega að laga til. Jú, hornin eftir. Þá sér þú hornin? Já, þá sé ég svolítið þannig. Ég ansi góð í þvottinu líka. Já. Og svona annars konar skipulag á heimilinu. Já. En vinna þín annars sko bæði tímafrek og krefst af þér mikils? Ég meira í burtu heldur en hann. Hann getur stýrt aðeins sínu tíma, hann náttúrulega sinnir fullri vinnu á Háskólanum á Akureyri, en ég svona meira bundin bæði í vinnunni og svo líka bara ég sæki fundi bæði hérlendis og erlendis, þannig það meiri fjarvera hjá mér af heimilinu. Þú segir fundi, ertu mikið á fundum? Töluvert mikið á fundum náttúrulega í gegnum vinnuna hér og í Reykjavík, þó að við sem alltaf reyna að minnka það í gegnum Skype og fjarfund og svona, þá eigum við aðeins langt í land með það ennþá, finnst mér, ég held við getum gert miklu meira því, því það líka tímasparnaður. En svo ég töluvert á fundum erlendis vegna þátttöku minnar ég sit í stjórn Evrópska endurlíkunarráðsins. Ég sá þetta í Morgunblaðinu. Já. Þú ert áhugamaður eða áhugakona endurlífgun. Já, hvað það? Það náttúrulega eitthvað sem ég hef verið meira og minna viðlagandi síðastliðin 20 ár og ég get eiginlega tengt það aftur til ársins 2000 þegar ég eiginlega fór bara á svona viðamikið endurlíkunarnámskeið á Sjúkrahúsinu á Akureyri og mér fannst þetta frábært námskeið og ég stóð mig bara vel að sögn kennara og það hrós einhvern veginn hefur eiginlega fylgt mér í gegnum lífið, í gegnum þetta mál, endurlíkunar þáttinn, sem eiginlega var til þess að ég var síðan beðin að koma í nýstofnað endurlíkunarráð Íslands. Það til eitthvað svoleiðis? Já, það til þannig. Þannig ég fór í það árið 2001 minni mig, frekar en 2001 minni mig. Þannig ég satt í því ráði þar til síðastlið sumar, hafði verið bæði meðlimur og varaformaður í því ráði undanfarin ár og ég sagði sérst af mér þeim nefndastörnum síðastlið sumar og það var svolítið skrítin tilfinning eftir að verið í þessu, já ég kalla þetta svolítið svona mitt félagsstarf þanniglega vegna þess að þetta náttúrulega áhugamál, fékk skilning í minni vinnu þannig ég gat sótt fundi í þessu ráði en þetta ráði sem sagt var eiginlega sett á laginna til þess að efla vitundarvakningu bæði almennings og heilbrigðisstarfsmanna mikilvægi endurlíkunar því jú þannig að því miður eru ansi margir og stórt hlutfall fólk sem deyr skyndidauða og ekki tekst að endurlíka, kannski bæði vegna þess að fólk bregst ekki við eða þá að viðkomandi hreinlega honum var ekki ætlað að lifa, það svona við viljum geta fara út í flóknar hluti hér. Já. En þannig að við sem sagt þetta ráð var sett á laggirnar til þess að svona efla þessa vitund og koma á svona meiri tengingu hérlendis við það sem var að gerast erlendis líka. Samband við þetta? Já. Og hverjum þetta ætlað? Þetta ekki þá heilbrigðisfólk? Jú, þetta svokallað endurlíkunar á Íslands eiginlega meira hugsað fyrir heilbrigðisstarfsfólki. Þannig við séum að tryggja að við heilbrigðisstarfsfólki séum með bestu þekkingu
og vinnum samkvæmt nýjustu klínísku leiðbeiningum í endurlífgun hverju sinni. Og endurlífgun náttúrulega svolítið stórt og vítt. Þetta ekki bara að fara út á götu og hnoða einhver til lífs. Já, já. Þetta líka að huga náttúrulega öndunarvegi og hvernig við getum tryggt það að almenningur taki þátt, hvernig við hugum að eftir endurlífgun, hvernig við höldum náttúrulega fólkinu á lífi, hver er árangur okkar í endurlífgun, bæði inn á stofnunum, utan stofnananna, þannig við þurfum að fylgjast með því og við viljum svona horfa á þetta svolítið í tengslum við bara hvað að gerast annars staðar í heiminum. Þetta áhugavert. Þetta mjög áhugavert, þannig að ég eiginlega átti svolítið þáttinn því, ásamt því fólki sem með mér í endurlífgun á Íslands, að við urðum síðan aðilar að Evrópska endurlífgunarráðinu árið 2008 og skrifum undir samning við það ráð sem regnhlífa samtök yfir öll endurlífgunarsamtökin í Evrópu. Jaha. Og það sem sagt árið 2008 skrifum undir það. Og ég smá sem fór þá í raun og veru inn í það sem fulltrúi Íslands inn í þann korpus og sótti fundi þar reglulega og það einhvern veginn hefur eiginlega bara undi alltaf meira og meira af sér þannig að núna ég komin í, sem sagt, búin að vera í stjórn Evrópska endurlífgunarráðsins undanfarin 8 ár og sæki fundi til Brussel reglulega og við höldum evrópska ráðstefnur og svona þetta allt ólaunað, bara svo það sé alveg á hreinu. Þess vegna þetta áhugamál. Og svo það nýjasta sem hefur verið núna undanfarin 2 ára að ég semst orðin fulltrúi Evrópska endurlífgunarráðsins í alheimssamtökunum sem eru enn stærri regnhlífasamtök. Og það kostar á fleiri, kallar á fleiri ferðalög. En þetta hugsjón hjá mér og auðvitað þetta orðið mikið meira heldur en það að ég sé bara að taka þátt í endurlífgun eitthvað svona. Þetta orðið stefnumótandi korpus sem ég þá fann að taka þátt í og við rekum skrifstofu í rétt fyrir utan Antwerpen í Belgíu með 10 starfsmönnum og þannig að þetta orðið heilmikið apparat sko. Já, þetta sko bara segir mér og sýnir að það þarf ákveðna manngerð í það að fara í svona starf eins og þú ert að sinna, ég hef verið að sinna og lærir. Já, takk fyrir það. Þetta eitthvað, auðvitað ég búin að eignast vini í gegnum þetta og út allan heim og hefur miklar tengingar, faglega tengingar. Þannig ég get mjög auðveldlega eiginlega tekið upp tólið og hringt í einn bráðalækni í Ástralíu og spurt hvort þeir hafa ekki áhuga að koma að vinna á Íslandi eða aðilann í Bandaríkjunum á vesturströnd Ameríku þannig ég kom með þessar tengingar og mér finnst það mjög jákvætt og það bæði snerti mig persónulega og líka mitt starf og raunur bara þennan þátt hér á landi. Þetta er þá svona hvað ég kalla þetta? Þetta svona nokkurs konar bráðalíðar eða hvað kalla þetta? Nei, þetta nefnilega í þessu, eins og þessi alheimssamtök, þau í raun og veru svona, það 100 manna hópur á lágmarki sem stendur á bakvið öll vísindin á bakvið þessi fræði endurlífgunar. Allar fræðigreinar í þessu eru læknar og að mestu leyti læknar, örfáir hjúkrunarfræðingar, prófessorar, mjög mikið fólk sem vinnur í svona rannsóknarsetrum og slíku og náttúrulega sjúkrahúsum líka til þess að hafa tenginguna við bara praktíkina. Þetta fólki sem býr til klínísku leiðbeiningarnar. Það ég nýkomin að fundi í rétt fyrir utan Los Angeles. Það sem var 3 daga fundur svona allt sem snertir vísinda þáttinn í þessu og hvaða evidence eða hvað heitir þetta nú hvaða rök liggja þessara ákvörðun fyrir að gera þetta svona en ekki hinsegin þannig að það ekkert einfalt að segja bara þú ert að hnoða 30 sinnum og blása 2 sinnum. Nei. Bakið það liggja fullt af rannsóknum bæði á dýrum og mönnum og alls konar, ljótt að segja þetta bæði tilraunir og annað sem að liggja til grundvallar ákvörðunum það hvað við eigum að gera hverju sinni. En ég veit ekki þetta. Nei. Ég almenningur. Nei, en það það sem við erum líka að reyna að gera og okkar náttúrulega markmiði það að tryggja það að allir hafi jafnan möguleika á því að fá endurlífgun og þá viljum við náttúrulega almenningur sem meðvitaður það að þetta það sem við þurfum að gera að það skiptir öllu máli að bregðast við strax. Það það sem að máli snýst hreinlega Maður hugsar oft það sko þegar maður að sko velta fyrir sér stórborgum og það sem eitthvað gerist og það sjúkrabíll sem kominn af stað og þá hugsa maður hvert hann að fara, hversu langt þarf hann að fara, hversu langt á sjúkrahús. Maður hugsar þetta sko á annan hátt vegna þess að maður svo nálægt sko þjónustunni hér ég veit það. Á sjúkrahúsi.
Það ýmislegt sem gerist þarna bakvið og horfðu á það þegar þú ferð á flugvelli næst og þú sér litlu grænu kassana með svoköllu AED-merkjum. Þetta eru svoköllu sjálfvirk hjartastuðtæki sem eru náttúrulega talin veita meiri líkur á því að þú lifir af ef þú hnígur niður. Og þetta er það sem við viljum að fólk læri á með því að fara á námskeið. Þannig að ég náttúrulega geri það, ég hvet alla til að sækja námskeið til þess að vera meðvituð það hvað ég að gera þegar eitthvað kemur upp á því að við viljum náttúrulega öll að við náum að endurlíka einhvern eða fá einhvern aftur til meðvitundar ef hann hnígur skyndilega niður. Þetta er mjög merkilegt áhugamál. Þetta er nefnilega merkilegt áhugamál og einhvern veginn er ég í þessu ennþá og bara hef ennþá gaman að svo þar leiðandi ákvað ég aðeins að færa kraftanum mína hafandi verið í þessu hér í mörg ár að nú eru þeir sem sagt á Evrópu og þó alheims svona vettvangi núna og ég tel það alveg nóg með þessu annars krefindi starfi sem ég sinna á sjúkrahúsinu. Krefindi starf, þú ert út í hlaupandi, þú ert gríðarlega mikið á skíðum, þú ert í fjallgöngum, þú ert í ferðalögum. Hvernig klukku hefur þú eiginlega? Já, ég hef svo verið spurð að þessu. Ég er ágætt í tímastjórnum. Já, ég er með þokkalega gráði þar. Þú hlýtur að hafa það. Og var skemmtilega gert grína með hvað það varðar á síðastliðið laugardagskvöld. Þannig ég held að hún virki ágætlega. Þannig ég set inn í dagbókina mína bara það sem ég ætla mér að gera og set mér bara ákveðin markmið og fer eftir því? Já, fer eftir því. Og fer Ögmundur eftir því líka? Hann er nokkuð góður í því, hann er ekki alveg eins komin eins langt og ég, en ég myndi segja samt að hann er gott alveg upp sko. Já. Hann lætur vel að stjórn sko. Hann lætur vel að stjórn, já. Í afmælinu þá sýndu þið ljósmyndir frá ýmsum stöðum. Þið eru eins og ferðaskrifstofa sko. Já, það er líka rétt. Hvert hafið þið verið að fara? Sko, ef við tekum svona aðeins bara hvað við höfum verið að gera með fjölskyldunni og svona, að þá höfum við farið víða. Við höfum verið að fara til Nýja-Sjálands til dæmis. Þar höfum við tengingar því að sonur minn var þar skiptinemi fyrir nokkrum árum. Og við fórum þangað sem fjölskyldan í góða ferði við jólaáramót fyrir 4 árum. Og það var alveg frábært og ofboðslega skemmtilegt land að heimsækja og mikið að skoða og sjá. Og í þeirri sömu ferð stoppuðum við í Malasíu. Kuala Lumpur og mikið ævintýri þar og þannig að þetta er svona eitt af því sem við höfum verið að gera. Svo myndir að með fílum á Sri Lanka? Já, það var á Sri Lanka. Fyrir 10 árum var ég á Sri Lanka og það var svona, þá fór ég með manninn minn, við fórum bara 2 þangað. Hann var vissu í vinnuferð, þannig ég bara hitt hann þar. Og þar ferðust við töluvert landið og það var meira að segja á þeim tíma þegar enn var stríðið hjá Tamil Tigrum, þannig að þetta var svona svolítið óvissa hvað maður var að fara að gera en hérna þetta land er ægifagurt og býður upp alveg geysilega möguleika til ferðaþjónustu og ég held að það sé nú aðeins að byggjast upp aftur. Já. En það land er mér mjög ofarlega í huga vegna þess að það var eiginlega svona fyrsta Asíulandi sem ég heimsótti. Og ég var bara algjörlega heilluð af þessu landi. Geysileg náttúrufegurð, náttúrulega alveg óboðslegar öfgar hvað varðar lifnaðarhætti, mikil fátækt og svo náttúrulega alveg geysilegt ríkidæmi eins og hjá þjóðarleiðtogum í því landi og svona eiginlega ógnaði þessar öfgar. En fólkið þarna algjörlega yndislegt og gott að vera þarna, skemmtilegu matur og gott veður. Náttúrulega veðrið alveg hreint draumur sko, maður er bara í stuttum buxum og kjólum og bara eitthvað svo mikið. Fórum til dæmis þarna með fílana, ég oft verið líka gert grín að því ég elska fíla, mér finnst þetta alveg yndisleg dýr og við fórum í svona þjóðgarð eða það sem voru vilddýr, þannig að ég var ekki að horfa á dýrin í einhverjum fangelsum eða einhverjum söfnum eða eitthvað. Það var alveg ótrúlegt að sjá dýrin og fílahjarðirnar bara í sínu einu umhverfi sko. Og ferðumst þar á svona safaribíl sem var algjörlega frábært. Hildigunnur, tíminn í búinn. Já, hérna, ég hef ekki að tala í hálftíma við þetta. Eða meira, aldeilis. Ein spurning í lokin. Já. Hver gerir jólamatinn? Er þetta sanngjörn spurning? Jú, þetta er mjög sanngjörn spurning vegna ég er afskaplega ánægð með það. Maðurinn minn sér algjörlega það. Og svo tek ég mynd af þér hérna. Já. Já. Kærar þakkir. Það var nú minnsta málið. Takk fyrir mig afmælið. Takk fyrir þig.